Dögg Harðardóttir hjá Söl. Formaður og ágætu ráðsfulltrúar, mér langar að tala hér 4 greinar, byrja á 11. greininu trúfrelsi. Katrín Fjellstein lét þess getið hérna áðan að sér finnist óþarfi að hafa inni að stjórnvöldum bæri að vernda öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Mér skilst á lagaprófessor að á þessu ákvæði byggist innheimta sóknargjalda sem tryggir rekstur trúfélagana og með því að jafna stöðu þeirra sem ekki trúa þá var lífsskoðunarfélögunum bætt þarna inni. Aðeins meira þetta sem Katrín sagði varðandi Háskóla Íslands, það nú þegar farið út úr lögum þeir sem standa utan trúfélaga, þeir greiða ekki gjald til Háskóla Íslands, heldur rennur það í ríkissjóð og það hefur farið fram heilmikil umræða hvort það sé ekki hægt að koma því þá þannig við að þeir sem kjósa að standa utan trúfélaga að þeir eigi þá kost á að láta sitt gjald renna til góðgerðarsamtaka. En Andrés vildi koma hérna inn fyrir einhverjum dögum eða vikum þetta með lífsskoðunarfélög að stjórnvöldum bæri að vernda skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög sem miða að umburðarlyndi. Lagaprófessor bent okkur á að hver ætlar að meta hvað umburðarlyndi múslimar eru til dæmis ekki mjög umburðarlyndir að því leiti að þeir mega ekki breyta trú, en það kemur inn í 1. greininni að við höfum rétt til þess að breyta trú og síðan var síðustu setningunni bætt inn til þess að mæta þessu með lífsskoðunarfélögin eða trúfélög og lífsskoðunarfélög. Frelsi til að rækja trú eða samfæringu skal einungis há þeim takmörkunum sem lög mæla fyrir og nauðsyn ber til í lýðræðis þjóðfélagi. Að þetta á að takmarka sem sagt það að Hells Angels eða einhverjir geti ekki stofnað hvaða félag sem En varðandi 12. greinina þjóðkirkjuna, þessi tillaga okkar tilraun til þess að klára málið. Ég sagði frá því í nefndinni að ég hitti konu síðustu helgi sem sagði mér að ef það ætti að kjósa þjóðkirkjuákvæðið á sama tíma og það kosið stjórnarskrána, þá myndi hún fella stjórnarskrána vegna þess að hún gæti ekki samþykkt stjórnarskrá sem hún vissi ekki hvað í stæði. Og þá skiptir engu máli hvort hún með eða á móti kirkjunni. Hún sagði bara þegar ég kýs stjórnarskrá þá vil ég ekki hafa einhverja undankomu, eitthvað loðið, eitthvað sem ég veit ekki hvort ég að samþykja eða ekki. Þannig að þess vegna ákváðum við að við yrðum líklega bara að taka slaginn og ákveða hvaða lendingu þetta mál fengi. Ég tek undir tillögu Gísla og Pavels að í lögum megi kveða á þjóðkirkjuna og ég velti því reynda líka fyrir mér ef það rétt sem Arnfríður segir og hún hefur stundum vitnað í rannsóknir að 21. öldin verði endurkomu trúarbragðana. Það verði meira það að fólk verði trúað heldur en hefur verið á síðustu áratugum, að þá finnst mér líka alveg spurning og myndi styðja það að við hefðum inni að við værum kristin þjóð. Við vitum hvert siðferði kristninar en við höfum ekki hugmynd hvað tæki völdin og ég held að í þessu máli sem öðrum að þá þurfum við að hafa vaði fyrir neðan okkur og vita í rauninni á hverju við byggjum jafnvel þó svo að öllum sé frjálst að stofna sín trúfélög hvað sem en þetta náttúrulega byggi ég að sjálfsögða á því að ég kristin og ég vil bara vita fyrir hvað við stöndum en við erum ekki öll sammála þetta í nefndinni. 2 greinar viðbót, grein 22 heilbrigðisþjónustuna, við höfum nú verið í stappi með hana og ég vil þakka fyrir allar athugasemdirnar sem hafa komið eins og þetta þegar Pavel segir þetta að öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Þýðir þetta, og fyrirpartun líka, þýðir þetta ókeypis lyf. Mér finnst þetta góði punktur vegna þess að það ekki það sem við ætlumst til með þessari grein
og við þurfum í rauninni að fá bara lögfræði álit á fyrir hvað eða á hvað við erum að opna vegna þess að það fordæmi fyrir því í íslensku þjóðfélagi að læknum hafi verið bannað að ávísa lyfjum nema að tryggja að sjúklingarnir fengju lyfin. Þannig var það fyrir mörgum áratugum þegar afi minn var læknir, þá mátti hann ekki segja sjúklingi hann að taka eitthvað lyf nema tryggja það leið að hann hefði efni á að kaupa lyfið. Og þetta setti nú fjárhag hans talsvert úr skorðum en sem betur fer var þessu breytt. Þannig að það hefur ekki verið hugsunin að allt verði ókeypis. Og ein grein viðbót, það grein 25, það var komið athugasemdir varðandi orðið barneigna. Við viljum tryggja í lögum rétt til almannatrygginga og svo framvegis. Þeir sem fara í alls konar tæknifrjóvganir og glasafrjóvganir, þeir þurfa að borga allt mögulegt eða heilmikið fyrir það. Ég velti fyrir mér ef við viljum sem sagt loka fyrir það að það sé hægt að túlka þetta einhvern veginn eins og við ætlumst ekki til að það sé túlkað, þá velti ég fyrir mér hvort það megi ekki segja þarna bara fæðingarorlofs, segja bara það sem við meinum, þannig að við séum ekki að opna fyrir eitthvað sem við ætlumst ekki til að sé verið að opna á. En ég hef lokið máli mínu.